þetta það sem þið kalla poplist? Friðurinn úti, almáttugur. Það býr til espresso. Þetta meistaraverk. Við skulum ekki vera dæmi það fyrir ég búin að prófa. Burt með hendurnar! Hann minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto. Þú færð allt jólakonfekti í Netto. Netto, jólaskapi. Í þessum jólaþætti að mat og menningu ætlum við að fara víða að venju. Við ætlum að kíkja inn í jólagarðinn til hans Benedikts og kynnast laufabrauðssetri Hugrúnar. Við förum á Múlaberg, Bistró og snæðum rjúpu, þar sem við fáum í heimsókn til okkar Hauk Tryggvason að græna hattinum. En að venju ætlum við að byrja í Netto. Ég fór með minnismiðan minn í Netto í þetta skipti til þess að kaupa mér inn í Waldorf-salatið mitt. Það aðalega epli, ég kaupi þessi grænu, selleri og vínber. Og svo til þess að blanda þetta, þá nota ég sýrðan rjóma, örlítið majónes. Mér finnst það bara þykkja salatið svolítið og gefur örlítið auka bragð. Ég mýl valhnetur út á. Ég kreisti hálfa sítrónu og til þess að fá sætuna strái ég örlítum flórsykri yfir. Eins og þið sjáu þá Waldorf-salati í ár ekkert mál. Hugrún, við erum komin í laufabrauðssetrið við strandgötuna. Já, velkomin. Þetta ég hefði aldrei komið hérna inn, en ég finnst mjög merkilegt að sjá allt þar sem að þú hefur verið að gera úr hugmyndinni laufabrauð. Hvernig byrjar svona ævintýri? Já, það er svolítið erfitt kannski að segja hvað var fyrsta skrefið, en allavega áhugi minn fyrir að vinna með vöruhönnun kviknar þegar ég er búsett í Noregi. Já. Og þegar ég kem heim þá er ég svona svolítið leitandi með hvað það er sem ég muni helst vilja vinna með. Og mér fannst eiginlega allar hugmyndir vera norskar þegar ég fór að horfa í kringum mig. Já. En svo jólin eftir ég kem heim og þá er það allt í einu laufabrauð, þannig það var eitthvað sem ég sá aldrei úti. Þannig þess vegna var það fyrir valinu, án þess ég væri neitt búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera. Nú eru komin sko laufabrauðsservettur, laufabrauðsóróar, laufabrauðssvundur og laufabrauðslöfberar og hvaðeina. Er endalaust hægt að smíða utan hugmyndinni laufabrauð? Já, ég held að það sé alveg hægt, sko. En svo hef ég svo sem líka verið að vinna með fleiri hugmyndir og fleiri hugmyndir líka bara í sambandi við að taka skreytt brauð og nota það í hönnun. Já. En eru fleiri lönd, eiga fleiri laufabrauð en við? Nei, það er nefnilega það sem gerði það eiginlega verkum að ég vel laufabrauði, það er að það er alveg séríslenskt. Þú finnur þetta hvergi nokkuð staðar í heiminum nema hér. Nei. Upphaflega er þetta brauð efnameira fólks af því að það var mjölskortur í landinu og það voru fyrst og fremst þeir sem meira máttur sín sem höfðu ráð á því að gera laufabrauð. Og þá er það gert úr hveiti og steikt úr smjöri. Síðan þegar það verður almennara þá er farið að nota ódýrari hráefni eins og rúmjöl og steikjáp og tólg. Það er kannski það sem ég hef verið að vinna mest með, það er að halda í þessa fallegu skreytilist, því þetta er náttúrulega listgrein sem hefur orðið til út frá því að skreyta mat. Við erum kannski aðeins farin að stytta okkur leið, sko, við erum hætt að nenna að skera þetta út stundum. Það er bara svona rúllað í og steikt. Já, það eru sumir sem segja það, sko, en ég segja að maður eigi að vera lengi að gera laufabrauð. Já, þetta er athöfn. Þetta er athöfn. Og ég held einmitt, sko, að þú nefnir athöfn, að þá held ég að það sé einmitt ástæðan fyrir því að þessi hefð hefur lifað umfram margar aðrar og það er félagslegi þátturinn. Já. Það er enginn sem situr einn heima og gerir laufabrauð, þetta safnar allir fjölskyldinu saman. Rétt. En hér sé ég járn sem að ég þekki ekki. Já. Þetta er nú næstuð eins og vöfflujárn, en þetta er samt ekki vöfflujárn. Nei, þetta eru járn sem að ég kynntist brauði í Noregi sem að heitir krumkaka. Já. Og það er líka skreytt brauð, steikt í svona járnum.
Það ekki líkt laufabrauðinu öðru leyti en því að það skreytt en þetta sætt brauð og gert úr miklu dýrara hráefni. Ástæðan fyrir því að ég að vinna með þetta í rauninni svo að þetta bara skreyttur brauðmatur. Já. Og ég búin að vera með samstarfsverkefni við Noreg núna í nokkur ár sem heitir Hátíðabrauð tveggja landa í hönnun og þá erum við að taka laufabrauðið íslenska og þá vörulínu sem ég vinn út frá því og gera í rauninni systurverkefni í Noregi sem að unnið út frá munstrunum í þessum krumkökujárnum. Þannig að þú ætlar að kenna okkur Íslendingum krumköku og norðmönnum laufabrauðsgerð. Já, það svona allavega byrjuð svolítil kynning á þessu í Noregi. Já. Ég búin að vera núna með 2 sýningar, mjög stórar einkasýningar í Noregi, aðra í Oslo og hina í Sortlandi í Norður-Noregi og þar höfum við verið að gera þessu hátundurhefði bara hátíðabrauð í hönnun. Já. Og hátíðabrauð frá þessum 2 löndum. En áttu smakk á svona köku? Já, heyrðu, ég búin að undirbúa smakk fyrir þig. Frábært. Þið kannistu jólaköttinn, sá köttur var gríðarstór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom, eða hvert hann fór. Hann gletti glyrnurnar sínar, glúandi báðar tvær. Það var ekki heiglum hent að horfa í þær. Kampandi beitti sem brottar upp úr bakinu krydna hár. Og klærnar á loðinni var ljótt. Veifaði stélinu sterka, hann stökk og hann klórað og blés og var ýmist upp í dal eða út nes. Við kveðjum hana Hugrúnu hérna á Laufabrauðssetrinu en næsti viðmælandi minn hvorki meira né minna en hann Haukur Tryggvason, höfuðsmaður Græna hattsins. Við ætlum að hitta hann upp á Múlaberg Bistró. Við erum komin á Múlaberg Bistró. Ég fekk inni í eldhúsinu hjá Haraldi Má yfirkokki og hans fólki. Ég varð mér út 2 rjúpur. Og mér fannst það nú tilhlýlegt vegna þess að það er sölubann en við ætlum ekki að selja hann í dag, við ætlum að fá hann Hauk Tryggvason á Græna hattinum til þess að njóta hennar með okkur en við þurfum náttúrulega að byrja á því að handa hennar þess. Sjáu þið hvernig fóarnið opnar sig og hausinn af. Vængirnir og fæturnir. Og við klæðum hana bara úr. Byrjum hérna á bringunni. Þetta verður seint talið eitthvað snyrtilegt. Þá við bljúg á knén krjúpum og við kálum nokkrum rjúpum í sykur heiminn hjúpum og höldum menn ein jól. Kveikjum nú á kertunum og kyngjum jólatertunum. En nú ekkert annað að gera en að skóla þessu lítið ná í innmatinn og ég ætla að afhenda þetta Haraldi Má yfirkokki og hans liði og treysta þeim fyrir eldamennskunni í dag. Þegar úti myrkrið mest þegar mæðulegast flest þegar langs
gjörsamlega best að læðast heimsum ból. Þá við stígum upp á stóla og við straujum bláa kjóla. Loks af gleði allir góla, því það gætu komið jól. Og skellum nú upp skrautinu og skrúfum niður í tautinu og játum að jólin eru æði. Refsum kredit Eins og áður sagði Haukur Tryggvason á Græna hattinum kominn til okkar. Haukur, þetta ekki í fyrsta skipti sem þú kemur hérna inn á Hótel Kea. Þú starfaðir hérna sem þjónn í ansi mörg ár. Já, ég var hérna í 15 ár. 15 ár. Það aðeins búið að breyta það síðan að þú varst hérna? Jú. Og jáfnvel nafn á veitingastaðnum? Og því að mér sér breytt líka þegar ég var hérna, sko. Já, þú ert búin að... Ég byrjaði hérna næstu aðeins fyrir ofan, sko, það var veitingasalurinn þar. Og svo var flutt niður og þá byrjaði ég aftur. Ég reyndar hætti í millitíðinni, sko. Já. En var hérna samtals 15 ár, fyrst 3 og svo 12. En það ekki hægt að kenna þig við neitt annan stað í dag heldur en Græna hattinn. Hvað eru mörg ára baki núna? Samt hefur nú komið fyrir, ég svaraði símanum að Græna hattinum og svaraði Hótel Kea. Þannig að það lifir enn. Það lifir aðeins. Já, gamlum gleðum. En hvað ertu búin að vera lengi á Græna? Búin að vera í tæp 11 ár. Tæp 11 ár. Og einhverjir tónleikar að baki, það alltaf brjálað að gera hjá þér. Já, þetta svona 1100 tónleikar. 1100 tónleikar? Já. En það vilja allir koma á Græna hattin að spila. Maður heyrir í tónlistarmönnum sem eru bankandi á hurðinni að fá að komast inn. Já. Hvað það sem að... Er þetta nálæðin við gestina því að þetta nú ekki stór staður? Nei, hann tekur svona hámark á 200 manns. Já. Nei, menn eru svo sem heldur ekki að hafa neitt mikið út úr því að það náttúrulega segir sér sjálft að 200 manns ekkert að borga neitt gífurlegar upphæðir, sko, fyrir... Ekki eins og þessi stóru salir sem eru út allt. Og við erum svona líka að selja frekar ódýrt inn, þannig lagað. Já. Við erum að halda því algjör lágmarki. Nei, það bara gott að spila þarna, sko. Það rosalega gott sound. Já. Ég búin að vinna mikið í því að svona þróa upp gott sound og það svona almennt talað að þetta sé eitt besta sviðsound á landinu. Já. Og þetta er Það sko á sviðinu og svo náttúrulega mjög gott sound í salnum líka, sko. Já. Ég var til þess alveg heila viku að einangra vegg og bæta það og ég hugsa með mér, maður veit ekki hvað maður að þessu, sko, eða fleiri dögum. Einangra einn vegg? Og einhverjum, 100-200 húst bara í þann vegg, sko. Já. En menn tók eftir í byrju búið að gera eitthvað, sögðu menn. Þau komuð sem höfðu spilað áður. Sem að hafa eyra fyrir þessu. Já. En svo ertu líka maðurinn á bakvið komu Baggalúts norður. Já, ég sé það í hófi, já. Þeir eru alltaf verið hjá mér og svo vilja þeir. Þetta náttúrulega svo stórt dæmi, sko, þetta jóla. Það eru komað, sko, 30 manns að sunnan sem... Rísa hljómsveit. Það eru 18 eða 20 manns í hljómsveitinni, sko. Já. Svo eru hérna leynigestir og allavegna, sko. Svo hljóðmenn og sölufólk á varning og annað, sko. Þetta eru 30 manns sem koma úr Reykjavík. En nú tímabil framundan sem er væntanlega hlaðið tónleikum. Það er að nálgast jólin. Já. Og hvað er svona framundan á Græna? Við erum með, sko, núna fyrir jól þá er Sigríður Thorlacius með jólatónleika. Hún var að gefa út alveg frábæra jólaplötu. Og hún er með, sér hljómsveit með sér. Hún er á föstudeginum núna. Og laugardagskvöldinu er Hjaltalín. Og það var seldist upp á tónleika hjá þeim klukkan 8, þannig að við bættum við aukatónleikum klukkan 11. Já. Og svo milli jól og nýjárs þá eru, það eru 6 tónleikar milli jól og nýjárs. 6 tónleikar? Þannig að það, Akureyringar og gestir geta farið að Græna á hverju minnsta degi bara í frídaga, sko. Tvisvar á dag. Og tvisvar á dag.
En svo var að koma þessi út hjá ykkur félagunum þessi bók. Er þetta púra ljósmyndabók eða er þetta... Já, svona nán, það einhver smá texti. Þetta er mjög sniðu bók fyrir þá sem eru latir að lesa. Já. Vilja frekar skoða myndin þar. Og sjá hvað þau eru að vera á Græna hattinum síðust ár. Já, þetta er semst 10 ára saga Græna hattsins, alveg frá, það er myndir frá fyrsta árinu. Já. Þar sem Eiríkur Hauksson og Kvandarsbræður opna bókina, þeir voru á fyrstu tónleikunum sem voru haldnir þarna fyrir semst árið 2003. Svo lokar Eiríkur bókinu, hann á síðustu tónleikunum líka og söng ekkert í millitíðinni. Nei, það er 10 ára bil. Já. Og það er Daníel Starrason, Skafti Hallgríms og Þórhallur Jóns. Já. Og ásamt þér, ég hef séð þig ansi oft með vélina á lofti. Læddust einhver myndir frá þér með? Jú, já, einhverjar fór. Já. Og hvað... Kannski ekki bestu myndindar, en það eru kannski sögulegar. En Haraldur Már yfirkokkur, hann er inn í eldhúsi að hantera rjúpu sem að ég var mér út og hann ætlar að gera hana að sinni fyrir okkur. En hvað ertu vanur að borða á jólum? Það var alltaf rjúpa sko. Já. En ekki 2 síðustu ára, bara ég hef ekki fengið rjúpu. Þannig að ég get bjargað því núna. Bjarga jólunum, þetta er litli jólin hjá okkur. Þú getur fengið keimin aðeins inn í jólin. Það var frábært að smakka hana. Var hún steikt eða soðin? Það var nú í dönsku, það var ekkert óalgengt að hún var soðin fyrst. Nei, það var svona fyrsta árin sko. Já. En við höfum steikt hana síðustu ár og lyft henni svona mallinni í ofni. Já. Einhver tíma sko. Hvernig meðlæti? Svo var þetta rauðkál, heimagert rauðkál og eplasalat. Já. Svona aðeins það sko. Og minnst að rjúpan eigi bara að njóta sín. Þetta er nú það sem að borða bara einu sinni ári. Rétt. En heldur þú náður í rjúpu þetta ári? Nei, ég held ekki. Nei, ég er búinn að verða mér út mönd. Það er svona, kemur svona næst í. Það er spennandi. Já, hér kemur fuglinn, Haukur. Já. Ég náði að bjarga jólum, litlu jólunum. Já. Þetta var það litlu jólinn okkar. Þetta lítur vel út. Hann hvíslaði að mér áðan, Haraldur Már. Hann gerði svona sitt tilbrigði við Valdórsalat sem er fennel og eplasalatið sem við sjáum hérna eftir á disknum. Og þetta lítur rosalega vel út hjá Kalli. En kannski rétt á meðan að við byrjum að smakka að þá ætlum við að kíka inn í jólagarð til hans Benedikts. Við erum komin á jólalegasta stað sem að ég þekki í Eyjafirði, en það er í jólagarðin til hann Benedikts. Benedikt, hvað ertu búinn að vera hérna lengi? Þetta eru 18. jólin sem við erum að fara af stað. 18. jól. Og við byrjum 31. maí 96, þannig að á næsta ári verðum við 18 ára. Þannig að þetta er að verða eitthvað sem maður átti ekki von á í sjálfum sig kannski. Og svartsýnustu menn spáðu okkur ekki árinu, þannig að 18 árin hljóta að vera ansarsar góður árangur hjá þeim allavega. Fyrstu árin, kannski ég var að segja 5 árin, þá var þetta nánast í mesthluta innlendi ferðamenn. Já. Heimamenn komu til svona á 4. ári, voru svolítið lengi af stað, en þeir hafa síðan verið mér mjög trúir. Og svo ef við getum sagt svona síðustu 4 árin, að þá erum við að fá fleiri erlenda gesti. En þú ert nú líka að kynna þessar íslensku jólahefðir svolítið
fyrir útlendingnum. Jú, við náttúrulega sko gerðum það bara ákvæmlega strax í upphafi að... Ekki þennan rauða ameríska heldur en íslenska lopapeysu. Já, alveg eins sko, en ég er ekkert á móti þessum ameríska sko, alls ekki. En ég held kannski að með tilkomu jólakarsins, þá kannski breyttist svolítið þessi áhersla á þennan lopakall sem við köllum stundum. Já. Að hann verður svona kannski meira inn aftur. Já, það er að verða cool. Já, hann verður sko, og svo náttúrulega fara jarðböðin á stað með Mývatnssveit með sína sveina sko. Mikið rétt. Og það náttúrulega íti líka undir þetta sko. Já. En svo ertu líka með, sé ég hangir uppi fyrir aftan okkur tvíreikta hangikjöti. Já, við köllum þetta í dag húskarlahangikjöti. Eða húskarla, já. Til þess að aðgreina okkur frá öðru hangikjöti. Já. Og það er bara svolítið öðruvísi. Já. Ég ætla að taka og skera hérna flísanda af því ég veit þú ert nú matmaður. Já, þetta er bara svo girnilegt þetta gerist nú ekki betri bitin heldur en svona. Nei, og þetta er sko, við erum í samstarfi við Kjarnafæði með þetta. Já. Og við höfum verið alla tíð með læri frá þeim. Og ég ætla að skera hérna myndamanninu sko, hann fær hann hérna á eftir, hann má ekkert smjatta á henni núna sko. Sætt og gott. En hvernig eru þín jól? Nú ertu 365 daga á ári innan jólin. Já. Hvað gerir þið fjölskyldan heima? Eru jólin þar líka? Já, jólin eru, fulla höfðum. Já. Og auðvitað hafa þær hefðir kannski breyst að hluta til með tilkomu jólagarsins. Já. En við reynum að halda í það sem við getum. Skreytur mikið? Já, við hefum bara óþálega lítinn tíma til þess. Þú skreytir í vinnunni allan dag? Já, maður er alltaf eitthvað að gera hér sko. En við reynum að skreyta, já, og vissulega sko, og við eigum mikið af skrauti sem er í raun og veru orðið gamalt. Ég tími ekki að henda henninu. Nei, það er gamla góða. Ég þarf helst að eiga þetta gamla sko. En svo erum við líka sko kollegar, þú ert matreiðslumaður. Já, ég er það í lorðin innan gæsalappa sko. Já, en hvað borður þú? Hvað er á disknum á aðfangadagskvöld? Aðfangadag, þá erum við með kalkún. Já. Það man jú ekkert af hverju gerðist, en það hefur ekki alltaf verið svoleiðis. Nei. En svo eftir að krakkarnir vildu eitthvað ráða í þessu, það var farið að breyta á einhverju öðru sko, en það var ekki til að ræða. Benedikt, takk kærlega fyrir að taka á mót okkur. Núna það er að detta jól. Já. Og traffíkin aukast. Já, það gerist bara, þetta er eins og sólaruppmann næstu í sko, það er bara leið og jólinn fara að tikka, þá er fólk komið og heimamarkaðurinn, eins og ég sagði áðan, hann er orðinn nokkuð mjög trúr. Já. Og það er náttúrulega, fyrir svona fjölskyldufyrirtæki, þá skiptir það gríðarlega miklu máli vegna þess að þetta gerist ekki nema með þeirra stuðningi sem að hér búa í kring, vegna þess að ef við viljum hafa þessa skrautfjöður áfram til staðar, að þá verðum við að standa vörðum hana sem búum hér. Það er rétt. En Haukur, hverjir eru svona þeir frægustu sem hafa komið? Nú eru útrás á íslenskri tónlist? Já, það eru allavega 6 svona heimsfrægir listamenn sem hafa spilað það. Já. Það er kannski helst gítarleikari Paul McCartney, sem er búinn að vera að spila með honum í síðustu 10-12 ár. Rusty Anderson, hann kom hérna fyrir rúmu ári síðan. Já. Nú svo John Grant, hann var í fyrra. Hann er nú aldeilis. Hann var reyndar í sumar. Já, hann var í sumar líka. Og svo hafa verið Messoforti, þeir eru heimsfrægir líka. Þeir eru nú, spila út allan heim og eftir svo band. Og svo Monsters and Men, þeir voru hjá okkur 2012. Lindarspil voru með fría tónleika þá. Já, alveg rétt. Og ætlu svo að koma aftur en hérna þurftu að bóka það því að þeim var búið að koma til Ameríku til að spila. Já. Ég hef ekki heyrt í þeim síðan. Bara fastur í Ameríku. Já. Svo er Lise Ekdahl, náttúrulega sænska söngkonan. Sænska dívan. Og Ásgeir Trausti, sem er bara með þess að vera heimsfrægur. Já. Þetta er ekki bara lokal bönd, þetta er heimsfræg. Það er öll elítan. Já, eins og leggur sig. Hérna í nafla alheimsins á Akureyri. Já.
En Haukur, ég held að það sé nú ekkert hægt að gera en að halda áfram að njóta þessar frábæru rjúpu þeirra hérna á Múlabergi. En meðan við höldum áfram að borða langaði mig að kveðja áhorfendur og óska ykkur gleðilegra jóla. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Þú færð allt jólakonfekti í Netto. Netto, jólaskapi. Er þetta það sem þið kalla poplist? Friðurinn úti, almáttugur. Það býr til espresso. Þetta meistaraverk. Við skulum ekki vera að dæma það fyrir en ég er búin að prófa. Burt með hendurnar! Hann er minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto.